Það mætti halda það að aukinn hagvöxtur leiddi sjálfkrafa til bættra lífskjara hjá öllum. Þannig tala stjórnmálamenn oft eins og eina markmið stjórnvalda sé að efla hagvöxt og ef hagvöxtur eykst að þá hljóti allir hafa það gott. Þetta er svolítið furðulegt vegna þess að aukinn hagvöxtur fer mjög misjafnlega til allra. Við lifum í samfélagi sem að horfir á atvinnulífið út frá því hversu vel það gefur eigendur sínum, hver arðsemi fyrirtækin er. Ef að eigendur fyrirtæki geta dregið mikið fé upp úr fyrirtækjunum, þá teljum við að vera góð fyrirtæki og við teljum að vera góðan atvinnurekstur sem hefur aukna arðsemi. Þetta er til dæmis rökið fyrir því að kvótakerfið með því að gefa örfáum fjölskyldum allan fiskinn í kringum Ísland hafi elt íslenskan sjávarútveg vegna þess að hann er arðbærari. Hann færir meira fé til eiganda sinna. Og þá horfum við ekki til þess að þetta sama kerfi, kvótakerfið, hefur lagt í eyði, eða svo gott sem, sjávarbyggðir víða um land, kippt stoðunum undan fólki sem hafði unnið við sjávarútveg, gert íbúðir þeirra verðlausar. Við horfum ekki á það, við horfum bara á það hver var arðsemi greinarinnar. Og arðsemin var meiri vegna þess að eigendum gátu dregið meira til sín. Þegar hagvöxtur eykst í samfélaginu þá gerist það sama. Hagvöxtur leiðir til þess að eigendur fyrirtækja geta dregið meira fé til sín. Þegar að kaupmáttur eykst, þá eykst kaupmáttur fyrst hjá þeim sem hafa hæstu tekjurnar. Þannig að það geta liðið mörg ár áður en að aukinn hagvöxtur leiðir til þess að fólk með millitekjur og lægri millitekjur sjá aukinn kaupmátt. Þess vegna er alveg fráleitt að keyra þjóðarskútuna með því að hafa bara einn mæl í mælaborðinu, aukinn hagvöxt og halda allt sé í góðu og allir áhafnarmeðlimir og allir farþegir hafa það gott ef að mælirinn sýnir góðan hagvöxt, því þannig er það ekki og hefur aldrei verið og raunverulega fráleitt að láta sér detta í huga svo sé. Ástæða þess að við gerum það og höldum að svo sé er að við erum hálf heilað þeina nýfrjálsökinni sem hefur haldið í að aukinn hagvöxtur, aukinn hagur fyrirtækjaeigenda, aukinn hagur hinna bestsettu, aukinn hagur hinna tekjuhæstur muni hægt og bítandi og örugglega skila sér til allra hinna. En þannig er það ekki. Þess vegna eigum við ekki að horfa á það hvort að hagvöxtur sé aukast og alls ekki telja ykkur að trú það að ef hagvöxtur er hár að þá hafi allir það gott, því þannig er það ekki og verður aldrei.